Skoðum aðeins námskeiðsmöppuna og hvernig maður vinnur hana í OneNote. Ástæðan fyrir því að við erum að vinna skipuleggja námskeið í forriti eins og OneNote að flestir og í raun og veru allir, þetta ókeypis forrit fyrir alla og þeir sem eru í Microsoft umhverfi sem eru langflestir sem að vinna hjá einhverjum fyrirtækjum eða stofnunum á Íslandi, þeir hafa aðgang að þessu forriti sem ofboðslega öflugt og getur gert gífurlega mikið og það ekki tími til þess að fara í gegnum það allt saman. En ég nota OneNote mjög mikið, einmitt þið sjáu hérna fullt af glósubókum, þetta eru glósubækur, maður sorterar efni í glósubækur og hver glósubók hefur síðan flipa og undir hverjum flipa eru síður. Þannig efnið flokkað í OneNote. Hér sem sagt okkar glósubók og hér efnissafn og þar eru einn flipi fyrir bara með leiðbeiningar og einn flipi fyrir námskeiðsmöppuna. Svo mitt efni sem þið sjáið ekki og þessu hérna getið þið ekki breytt og svo hérna samvinnusvæðið þar sem þið hafið sömu réttindi og ég og svo sjáið þið að ég sé ykkar möppur en þarna þið sjáið bara ykkar eigin. Þannig að þetta svona sérstök útgáfa af OneNote sem heitir bekkjarglósubók. Og þegar við erum búin að finna þá glósubók sem við erum að vinna í og þann hluta getum við lokað yfirlitinu svo það sé ekki að trufla okkur og þá höfum við hérna yfirliti yfir allt sem í möppunni og maður getur flokkað efnið í svona síður og undirsíður þannig að maður getur haft hlutina aðeins einfaldari. Hérna svona einföld framsetning, svo smellir maður á píluna til að sjá það sem undir hverri yfirsíðu og það er mjög gagnlegt svona til þess að halda yfirliti yfir allt saman og þetta hérna sniðmát sem þannig ég er búinn að setja fullt af leiðbeiningum inn í það. En ef við skoðum svo hvernig þarna þið vinnið í þessu, þá þið byrjuð að vinna, þið eru búin að búa til þarfagreiningu, þið eru búin að skrifa hæfniviðmið, þið eru búin að þarna greina innihaldið. Þannig að þetta eru verkefni sem eru þegar búin, það eru leiðbeiningar fyrir hvert verkefni og svona form til að fylla út í. Þannig að hér svona að vissu leyti gætu við sagt að hérna ég búinn að safna saman mest öllu af því sem ég hef lært það hvernig maður skipuleggur nám fyrir aðra inn í eina praktíska glósubók sem að þú getur notað í framtíðinni þegar þú ert að skipuleggja námskeið og þannig að þú getur gengið æði langt og fengið stuðning við mjög margt af því sem þú ert að gera ef þú notar þessa glósubók. Við erum komin að E sem innihald og svo kemur F sem dagskrá dagsins í dag og þar í anda þess sem við erum búin að vera að gera þá hérna byrjar á því að skrifa hvaða hæfniviðmið þessi dagur eða þessi kennslustund á að hjálpa fólki að ná hvaða hæfniviðmið svona fyrirmyndin að hvaða hæfniviðmiðum að stefna því þú ert að læra það sem lærist á þessum degi. Svo kemur dagskráin og hér þarna svona form sem mjög víða nota til þess að skipuleggja einstaka kennslustundir og einstaka daga þar sem þú skrifar fremst í raun og veru þessi dálkur, fyrsti dálkurinn eða annar dálkurinn, aðaldálkurinn, hann inniheldur innihaldið og aðferðir. Þannig að hér gott að skrifa til dæmis eins og hérna stendur byrjun og þá myndir þú skrifa hvaða aðferð þú ætlar að nota, til dæmis bara nafnakall eða nafnaslanga, þar sem að
þarna og það sem ég ger oft er svo að setja slóð í lýsingu á aðferðinni og það er það sem er hérna sjáðu þið, hér stendur kennsluaðferðir. Þannig að til að skila þessu verkefni bara til einkunnar í námskeiðinu þá bara vinnið þið þessa síðu. En sem sagt, það sem ég er að tala hérna með að við hvetjum ykkur til að nefna kennsluaðferðina hér og svo þegar þið skilið námskeiðsmöppunni að þá setjið þið hér fyrir neðan lýsingu á öllum þeim kennsluaðferðum sem eru notaðir á þessum degi. Og hér kemur verkefni sem þið eru að vinna í sambandi við kennsluaðferðir á góðum nótum, því að hér til dæmis er fullt af aðferðum sem eruð komin með lýsingar á fullt af kennsluaðferðum, þannig að þið getur kannski tekið hérna eins og í grundunum örkennslu, nei það er ekki það, tökum hérna óðar áttur, hér er einhver aðferð og þú getur hérna bara afritað hana, svo ferðu tilbaka með því að smella hérna og tilbaka og nú ertu komið þangað og þá setur þessa aðferð, smellir hérna hjá kennsluaðferðir og segir bara líma eða paste og þá er hérna kennsluaðferðin komin. Og hvort sem þú færð hana að láni úr kennsluaðferðaverkefninu eða bara af netinu, þú getur hérna opnað þarna vafra og fundið einhvern icebreaker, einhverja kennsluaðferð og segjum hérna að þú sért hérna með lýsingu á þarna einhverju kennsluaðferð, þá getur þú annarkvort bara afrita, segjum að hérna bara hérna stendur 10 effective icebreaker questions. Þú getur bara afritað þetta, Ctrl+C, farið inn í glósubókina þína, búið til nýja síðu, hægri smellt og smellt á ný síða, spurningar og skeytt þessu hérna inn og þá sjáu þið hérna, það er svolítið skemmtilegt við OneNote að það tekur, ef maður er að afrita efni af netinu, þá tekur alltaf slóðina með. Þannig að maður veit alltaf hvaðan maður hefur efnið. Þetta á líka við að þú tekur efni úr tölvupóstum eða úr skjali sem er einhvers staðar í kerfinu sem þú ert að vinna í, þá kemur slóðin með. Þannig hérna og sem sagt í sambandi við það að skila námskeiðsmöppunni, þá er þetta ekkert flóknara. Þú bara setur hér afrit af þeirri kennsluaðferð sem þú ætlar að nota hér og svo bætur við kennslufræðilegu rökstyðji fyrir einni kennsluaðferð, bara einni. Hér sjáu þið stendur fyrsti dagur, annar dagur eða skipti og við erum magnið af upplýsingum sem við erum að biðja í kennslu í þarna námskeiðsmöppunni er sem samsvarar 2 heilum dögum á eins og 2 daga námskeiði. Ef að þú sér fyrir þér að þú hittir þátttakendur á þínu námskeiði bara í 1 klukkutíma í senn, þá myndi við biðja ykkur að gera að minnsta kosti 5 skipti. Ef það eru 2 klukkutíma, 3 klukkutímar í senn, þá myndi við gera eitthvað 4 skipti, eitthvað svoleiðis. Þannig að miðið við að sé svona það bil samsvarandi tími og 2 heilsdags námskeið, en að aldrei fleiri en 5 skipti. Þannig að það er svona viðmiðið
og fyrir hvern dag þá hafið þið sérstaka síðu sem heitir kennsluaðferðir, þannig að þið bætið hérna við, hérna fyrir neðan nýrri síðu, ný síða kennsluaðferðir og setið svo kennsluaðferðirnar sem undir síðu undir þetta. Ástæðan fyrir þessu að þú ert að búa til námskeið og þú vilt hafa lýsingu á kennsluaðferðinni við hendina. Og svo ef þú kemur að þessu námskeið eftir 5 ár og þú segir, já, ég átti hérna námskeið þar sem ég gerði þetta og þetta. Þá ertu kannski búin að gleyma kennsluaðferðunum, en svona eru þær á staðnum. Þannig að þetta það sem á að gera hér. Þú sem sagt byrjar þegar þú ert verkefni sem á að skila næst bara þessi síða, ekkert meira. Svo þegar þú skilar námskeiðsmöppunni þá lýsirðu kennslufræðilegum forsendum fyrir dag 1 eða breytir hérna skipti 1 og skrifar aðalega bara punkta, ekki með samfelldan texta, bara nokkra punkta, sem sagt hvað veistu það sem að fara að gerast, sem hefur áhrif á þínar kennslufræðilegu ákvarðanir. Þú gætir sagt þarna að þú værir að forsendan að þarna þú ert að fara að kenna byrjendum að gera eitthvað, eða þú ert með blandaðan hóp, byrjendur og sérfræðingar saman í sama hóp. Þú gætir séð að þetta mjög skítugt, það þurfa allir að vera í pollagalla til þess að geta tekið þátt í verklegum æfingum. Það er allt sem skiptir máli. Þetta er ókunnugt fólk, þetta eru vinir, þetta er samstarfsfólk, þetta er innihaldslega erfitt, eða það er mjög auðvelt að læra þetta, eða fólkið vill ekki vera á námskeiðinu, það er þvingað til að koma, eða það borgaði trilljónir fyrir að koma. Alls konar svona hluti myndirðu skrifa vegna þess að þeir hafa áhrif á þínar kennslufræðilegu ákvarðanir. Og eins og ég segi hérna, takt eftir, þetta er ekki það sama og kennslufræðilegur rökstuðningur. Kennslufræðilegur rökstuðningur, þar ertu að réttlæta og rökstyðja af hverju og útskýra af hverju þú gerir eitthvað. Það er allt annað. Nú, við erum búin að fara hérna yfir C, D, E og F og líka sem sagt hvernig þú gengur frá hverju skipti. Þú svarar, fyllir út í þetta og allstaðar það sem eru svona, hvað heitir það nú, gátlistar, þá lagar þá að þínum þörfum og strókar út, og ekki gleyma að stróka út allar leiðbeiningarnar mínar, allar þessar brúnu leiðbeiningar, og þarna. Svo eru hérna fleiri þættir, eftirfylgni, hér er kafli það hvað ætlar að gera eftir námskeiðið. Ætlar að hitta fólkið í einhvern tíma, ertu með Facebook-hóp, muntu senda þeim tölvupósta, geta þau hringt í þig, og líka sem sagt hvað hefur gert á námskeiðinu sem slíku til að auka líkurnar á því að fólk noti það sem það lærði þegar það er komið heim, þegar það er komið í vinnuna, þegar það er komið á vettvanginn þess að nota þetta. Þannig að hér spáir aðeins í þarna svona heimfærsluna, og hér gæti verið dagskrá fyrir svona eftirfundi og hefur svoleiðis. Nú, fundargerðir, það er eitt af því sem ég lærði mjög gagnlegt hérna í gamla daga, því ég var í náminu úti. Við bjuggum til kannski svona fundargerð, þar sem við settum inn dagskrána, allar upplýsingar námskeiðið, þáttakanda lista líka, og þarna, og hér er svona, sem sagt þetta, við prentuðum þetta og ljósituðum og deildum til nemenda sem voru á námskeiðunum okkar út í Þýskalandi því ég var að læra þetta. En núna þá er þetta bara hérna ein síða í OneNote, og þetta er frá námskeið sem ég var með út í Noregi,
svipaða hluti og þið eru að læra og meira að segja þáttakendalistinn og myndir af þáttakendum og þarna plakötin sem við skrifuðum alltaf á og kennsluefni sem að ég deildi út til þeirra. Þannig að hérna svona verið að gera allt sem ég get gert til þess að það sé auðveldara fyrir fólk að rifja upp það sem það lærði og þarna það geti haldið áfram að læra það sem er að læra. Hér er ein síða þar sem hún getur sett inn myndir eða sett slóð í myndaalbúm. Svo er hérna viðbrögð, hvernig ætlar að fá viðbrögð frá þáttakendum á námskeiðinu. Hér biðjum við ykkur að bara taka ákvörðun hvaða leið ætlar að fara og af hverju velur þessi form. Og svo höfum við hérna í lokin eigið mat, bara hvatning fyrir þig. Eitthvað sem að borga sig alltaf að gera er að setjast niður sjálfur og hér eru nokkra gagnlegar spurningar og sem þú gætir nota til þess að þarna fara yfir hvað gekk vel og hvað gekk ekki eins vel á námskeiðinu. Þannig að hér erum við komin svona í gegnum það helsta og svo reyndar við erum ekki búin að tala hérna yfirlitskaflan. Hér er svona bara stuðningur við þarna undirbúningsvinnuna. Hérna til dæmis samskipti við verkkaupa eða þáttakandi fyrir námskeiði. Undir þetta getur við sett tölvupósta og uppkasta tölvupóstum. Segjum sem svo að þú ætlar að senda þáttakandum 2 vikum fyrir námskeiði tölvupóst og 1 viku fyrir námskeiði tölvupóst. Þá myndir þú hafa uppkastin hérna og jafnvel síðan afrit af tölvupóstunum og ef einhverjir nemendur svara þá kannski viltu hafa það með hérna og þá er svona alveg ágætt Office pakkin talar þokkalega vel saman. Þannig að segjum að hérna er einhver tölvupóstur sem að þarna þú vilt setja inn í glósubókina. Þá er hérna skipun, hún er undir opnum við þetta svona, undir hérna fleiri forrit, send to OneNote og þessi er í fílu núna, prófum við aðeins hérna, maður sjá. Tökum þennan tölvupóst, send to OneNote, þá opnast hérna auka fleipi, þá finnum við okkar glósubók hérna, NAF 002/2026, það er þessi og þar er hérna efnisafn og þar er námskeiðsmappa og við sendum það þangað, þá segir bara vista og þá er hérna Open in OneNote app, þá get ég bara smellt hér á, hún opnar það samt sem áður, biður leyfi til að opna. Hér sjáum við þennan tölvupóst og svo bara getum við sett hann hérna upp á þann stað sem að sjáðu hérna samskipti við verkkaupa, gera undirsíðu, þá er hérna þessi tölvupóstur kominn inn í námskeiðsmöppuna. Þetta er ein leið til þess að senda efni úr þarna tölvupóstunum hingað inn. Þannig að hér getur við safnað þessum tölvupóstum, hér er námskeiðslýsingin og það er líka verkefni sem á eftir að gera. Þannig að hér setur við námskeiðslýsinguna, dagskrá námskeiðsins, svona dagskrá sem þú setur fram fyrir nemendur. Hér er það sem þú birtir nemendum og hér er dæmi slíka dagskrá eins og var á námskeiðinu í Noregi. Hér er svona gáttlisti yfir skipulagningarvinnuna og þetta bið ég ykkur að laga að ykkar eigin þörfum, farið í gegnum þetta og strokið út það sem þið viljið og bætið við því sem þið viljið. Hér er önnur síða, eitthvað sem þú vilt muna eftir fyrir upphafið og gera fyrir fyrsta dag. Hérna eru hugmyndir leiðir til að búa til þáttakendalista, þú bara velur eitthvað af því og hérna er bara geymsla fyrir alls konar efni sem þú ert að þarna að safna í púkk á meðan þú ert að búa til námskeiðið. Hérna fremst uppi eru síðan leiðbeiningar mínar á þessu námskeiði og gömul myndskeið þar sem ég fer í gegnum þetta sama
efnisyfirlit, ég bið ykkur að áður skilið að aðlaga þetta efnisyfirlit að ykkar eigin möppu og hérna með því að til dæmis hérna þegar þið bæti við þriðja skiptinu eða fjórða og fimmta þá veljið hérna þessa síðu, þessa línu og farið hérna í tafla. Nei, ég ekki að smella á þessu. Hvuslar. Svona og þá setja ég línur og dálka fyrir undir og þá kemur hérna undir og þá getur þú farið hér og segjum sem svo ég hafi búið til hérna annar dagur, þá bæti ég við niður í síðu, dreg hann hingað niður, ýti henni fram og segi hérna þriðja skipti, dagur bara og þá get ég hérna hægri smellt hér, afrita tengil á síðu, stokkið upp í efnisyfirlitið og skeytt henni hérna inn, valið hérna þetta útlit, notið útlitspensilinn og gefið hann þessa og svo get ég hérna lýst þessu. Þannig að þá ég komið með, svona get ég unnið í þarna dagskránni. Og svo stóra verkefnið í námskeiðsmöppunni í raun og veru og það tengist hæfni viðmiðum þessa námskeiðs. Eitt af því sem manneskja sem búin að taka þetta námskeið á að geta mjög vel að rökstyðja hvers vegna námskeið byggt upp á þennan hátt og hvers vegna það kennt á þennan hátt. Þannig að hér hefurðu svona helstu leiðbeiningar það hvernig þú vinnur þetta og við höfum reynt að leiða ykkur í gegnum verkefnavinnuna að hita upp fyrir þetta en við erum að tala skrif sem á meistarastigi þannig að við erum að spá í greinandi og gagnrýna hugsun. Það stóra spurningin hér, umgengstu heimildirnar sem þú vísar í á greinandi og gagnrýnin hátt og hér tækifæri fyrir þig að sýna okkur hvað þú hefur verið að lesa og hvernig þú skilur það og túlkar það. Þannig að það svona það sem að gerast hérna í rökstuðningi fyrir námskeið. Þannig að þetta sem sagt námskeiðs sneiðmát fyrir OneNote námskeiðsmöppu og ég vona að ykkur gangi vel að klára þetta. Góðar stundir.